Hvað segirðu? Sigurgeir Sigmundsson, stórvinurinn. Þessi gítar, það er alveg greinlegt að hann er ekki fæddur í gær. Nei, hann er ekki fæddur í gær. Hann er samt ekki eins gamall eins og hann lítur út fyrir að vera. En hann er eftir 74 módel. 74? Já. Og hérna, ég skipti á honum og einhver gítarsynthesizer. Já, sem voru, já. 82. Já, þannig að já, þú kaupir hann ekki fyrir 82? Nei. Já, já. Og hérna, það voru góð skipti. Ég trúi því. Þannig að ég veit ekkert hvernig það var uppruninn á liti, svo fljótlega eftir að ég keypti hann og þá vildi kunningi minn sprauta hann fyrir mig. Og bílasprautari hafði mikinn áhuga á því að gera þennan gítar fallegan. Já. Og hann spyr mig hvernig ég vilja hafa gítarinn á litinu og það var svona punk tímar þá og hérna menn vildu vera með gítarinn dálítið fríkaða. Og ég segi, af hverju ekki að hafa hann svona eins og vinnugalarnir hjá Bæjarstað sko. Og hérna hann samþykki það og svo hringir hann okkur og segir, nei, segjum ekki að þetta klikkaði eitthvað. Það hljópi eitthvað upp lakkið. Ef ekki að hafa hann bara svartan. Já. Ég sagði, jú, það er bara fínt maður, svartan. Og hérna, svo hringir hann okkur seinna og segir, segjum ekki hérna, þetta klikkaði aftur, það er eitthvað, við skulum bara hafa, ertu ekki til í að bara höfum hann sömböst. Og þetta er sem sagt, þetta er hans útgáfa af sömböst. Já. Og hérna, svo, þú veist, svo hann breytist á hverju ári, sko. Já. Og þessi litur, hérna, þessi rauði bleiklitur verður mjög flottur eða svona blacklight á sviðinu, sko. Þá verður hann, æpir hann alveg í gegn. En svo bara smá saman, þú veist, ef þú sér gamla myndir á honum, þá er hann allt öðruvísi. Það er allt annað lítið á hann svoleiðis. Já. En svo þegar ég var í þungarhljómsveit sem Drísill, það var 85, og þá tókst einhverju snillingum að setja gítartöskuna neðst og setti svo hátalarabók svona, þannig að strengirnir pressuðust allir inn í hálsinn. Eyðilagði böndin? Og eyðilagði böndin, sko. Það voru algeng svona meiðsli á gítarum. Og hérna, ég hringdi í manni í New York. Já, hann fekk reyndar að var inn í geymslu í 2 ár. Ég setti annan háls á hann eitthvað föndra, ég held að vera ónundur. Svo hringdi ég í manni í New York sem voru þá svona aðalbúðinn og þeir bentu mér á mann sem heitir Paul Svart hjá Pickamoose og sem að hérna, má ég ná í töskuna? Já, endilega, já, ná í það. Sko, hann er með þetta fyrirtæki hérna sem heitir Pickamoose og það er sem sagt elgur sem er með eyrum eins og gítarháls og svo logoið. Og hérna, hann hérna skipti böndin, setti Gibson Jumbo-böndin og það voru þá... Þetta er orginalhálsinn? Þetta er orginalháls og lagaði fingurborðið sem var skemmt eftir strengina og síðan þá sett hann EMG pickup í hann og Kahler tremolo, síðan fór Kahler á hausinn og 2003 léti taka hann gítar aftur í gegn og hérna eftir 18 ára stanslausa notkun. Og þá lét ég, sem sagt, Seymour Duncan vafði sjálfur pick-upinn í hann. Þetta er sama Duncan hérna? Já. Og ég lét setja Floyd Rose. En hvað er þessi hérna? Á læsingar. Þeir eru allir vafðir, sko, þetta er hérna Seth Lover, Trembucker og þetta er Duckbucker. Þeir eru allir vafðir á þann hátt til þess að reyna að fá sama karakterinn þannig að þeir syngi saman, sko. Og síðan voru 3 takkar hérna til þess að geta kveikt og slökkt á hverju pick-upi. En eftir því bara sem maður
eldist að þá fer maður að vilja hafa hlutina einfaldari. Já. Þannig að nú bara, þú veist, þetta svona og svona og svo þessi tvö. Ég ekkert að nota þennan, ég ætla bara að setja þetta í stílgítar sem ég vant að pikka upp í. En hann er búinn að reynast mér rosalega. Ég er búinn að spila hérna á 400-500 lög með hann, ég veit ekki. Já, á þessum sem stúdíó bara? Já. Og ballum hver einustu helgi og tónleikum. Þetta er Floyd, þú settir Floyd Rose í þennan? Já. Á eftir Kaller? Á eftir Kaller. Kaller fór á hausinn. Kaller var flott fyrirtæki. Þú varst ánægður með það? Já, það var líka með Kallerinn, það var ekki borað í gegnum hálsinn. Og sem Floyd Rose var með þannig að það var borað í gegnum hálsinn, en þetta system ekki þannig, sko. Þeir áttu það til að brotna, þú veikir náttúrulega eitthvað sem þeir tekur úr efni. Akkurat. Og en sumir segja að maður sé eyðileggja hljóðfærið, þú veist, þetta sé vintage og eitthvað svona. En málið bara það, þú veist, maður verður að hafa þessa hluti þannig að maður getur unnið með það og fíla það. Þetta er bara þín leið að kostumasera. Þetta er mín skópla. Já, algjörlega. Það er bara þannig. Þannig að þetta er svona leigubíll sem búið að aka mikið. Já. Benz sem búið alveg komið 700-800.000 kílómetrar á. Já, örugglega og búið að svona hífa hana aðeins upp. Já, ég er búinn að sitja ég var að taka það saman daginn, ég er búinn að sitja 1 milljón á þessum 20 árum. Milljón. Sem sagt bara í að gera hann upp og svona. Já. Og fyrir utan hvað hann kostaði náttúrulega. Já. Og það er ekki mikil peningur ef maður hugsar 20 ár. Nei. Eða hvað, 86, 24 ár. Þá er þetta ekki nema 40 skall á ári. Þú veist, hvað örugglega búin að eyða ef það hefur byrjað í golfinu. Örugglega búin að eyða í einhverja kílóur. Já. Nýjar kílóur. Það er málið. Svo á ég líka, mestu mistök sem allir gítarleikarar gera sem þú þekkir. Að það er að kaupa hljóðfæri, byrja að spila á það, finna eitthvað svo fílar í því, svo fer það að hugsa, fer hann til hliðar og fer að hugsa ég er ekkert að nota hann og þú selur hann. Og það er undantekningarlaust að ef maður selur gítar, alltaf fá hann tilbaka. Þá er maður búinn að gera einhver mistök, maður er að fá fyrir þetta einhverja 1000 kallar sem duga fyrir skýring. Og svo er það bara farið. Sérstaklega kannski gítarinn sem eru virkilega hluti af þér sem þú ert búinn að spila á nokkrar plötur og svona. Þannig að það er alveg greinilegt. Þú varst svolítið þekktur fyrir það að vera með öfluga magnara. Já. Og flóknað kannski, flóknin gerfi sem við myndum segja. Hvað til dæmis þegar þú ert að byrja í bransanum, hver er fyrsti gítarinn sem þú átt? Það er gítarinn sem það var Rickenbacker stereogítar. Stereogítar? Já, sem ég keypti hjá Villa Guðjóns. Villa, Já, ég var fyrsti nemandinn sem Villa Guðjóns. Já.